Verðu velkomin í aukaþátt á Rauðaborðinu. Við höfum kallað hingað saman oddvita sósíalista í öllum kjördæmum. Hérna Þorsteinn Bergsson sem í norðausturkjördæmi, Sanna Magdalena Mertusdóttir sem í Reykjavík suður, Guðmundur Hrafn Arngrímsson norðvestur, Davíð Þór Jónsson í suðvestur eða Kraganum eins og stundum kalla og Unnur Rán Reynisdóttir á suðri og ég víst í Reykjavík norðri. Hérna skemmtileg kosningabaráttu eða hvað? Hún stutt, hún snörp. Hvað? Þetta mjög skemmtilegt. Þetta mjög skemmtilegt. Þetta búið að vera fjölbreytt. Ég búin að vera dálítið mikið í skólum. Fjölbraut og menntaskólum, það búin að vera svona skuggakosningar, þannig að maður heyrir alveg hvað ungt fólk alveg inn í hlutunum, myndi ég segja sko, miklu meira allavega en þegar ég var í fjölbraut. Mér finnst vera svona áhugaverðar spurningar, það mikið líf í húsin okkar, við erum aðstöðu í vorstjórnunni, Bólholti 6 sem hérna frammi bara. Sem einmitt hérna frammi, sko. Við erum hérna í skúmaskoti inn á vorstjórnunni. Og maður finnur hvaða gott að við vorum með þessa aðstöðu tilbúna. Maður finnur alveg, þú veist, maður kemur hingað, mætir snemma, að fara seint og það einhvern veginn alltaf einhver í húsinu sem að spjalla við mann og svona, þetta mjög gott að hafa aðstöðuna. Hérna frammi, sko. Svona gott samfélag. Já, þetta alveg ofsalega gaman að vera kannski síðdegis og það eru kannski 30-40 manns í húsinu, komandi og farandi og það mikil degla og yða og maður finnur einhvern veginn að þetta það svona lífi fólki og þetta hefur bara mikið aðdráttarafl finnst mér líka að ganga öðru fólki sko. Mér finnst gaman hvað maður vinsæll og allir vilja hitta mann og sjá mann sko og sama deginum maður morgunin í FG að tala við unglingarna og svo seinni partin fer maður á fund hjá eldri borgurum og alls konar samtök sem vilja kynna sig og kynnast afstöðu okkar, jafnólík samtök og hugarafl sem eru sjálfsbrottin samtökum jafningja hjálp út úr geðrænum áskorunum sko og svo bændasamtökin beint úr hugarafli í bændasamtökin þannig að þetta ofsalega kannski svolítið tætt en líka bara fjölbreytt ef maður væri svona vinsæll alla daga þá kemist maður ekki í vinnu það var alltaf að vera endalaust bíð eftir að fá að hitta mann. Ég hafa lært samt svo mikið í þessari algjörlega. Hvað vill kjósöndin? Þetta að draga eitthvað saman hvað börnin sem ekki komið kosningarétt og gamla fólkið? Réttlátt samfélag. Betri skóla, þú veist, MR, þau voru að tala með mitt að þeim hefði verið lofað bygging að einhverjum fyrir mörgum árum, svo hefði það ekki verið gert og voru í einhverju rými sem var mjög lítið og gat ekki tekið á móti öllum og voru aldrei bara eitthvað, hvað finnst ykkur það? Og búið að lofa sér fyrir löngu, svo bara hefur ekkert gerst, sko. Það séu víða svona skuldir. Einmitt, já. Uppbyggingu innviða. Já, húsnæðismál líka, það svona kemur fram, en það ekki eins og sé eitthvað svona eitt aðalmál sem hefur komið fram. Þú veist, ég teki eftir því að fólki finnst ekki verið talað nóg umhverfismál, ekki verið talað nóg feminisma, en svona ef ég ætti að segja, þú veist, hvað hefur verið talað þá svona nægi ekki alveg að kjarna kannski niður nema fólk vill breytingar, það vill breyta hlutunum og finnst einhvern veginn núverandi ástand óásættanlegt. Þannig minnst það að vera svona helsta. Mér finnst rosalega ánægilegt þessari kosningabaráttu að það tókst ekki hefur allavega tekist aðeins þá náttúrulega þá vika í kosningar að gera hinn meintu útlendingamál að einhverju kosningamáli. Já, það mjög jákvætt sko. Ég hef ekki orðið var við það til dæmis í mínu kjördæmi en það að þessi kosningabaráttu svona stutt að það frekar óheppilegt í svona viðlöndum kjördæmum eins og við erum í sko, ég og Guðmundur og Rán. Bara einfallega út af ferðalögunum. Það tekur bara sinn tíma. Já, ég kom löðursveitinga. Já, einmitt. Og hef ég nú haft mjög harðsnúna menn á Akureyri, eða fólk þar sem með aðstöðu, sem kannski svolítið svipað eins og hér, það er líf í henni og Akureyringarnir hafa bara tekið mjög vel á sínum hlut, á því sem þeir hafa komið að þar. Ég hef búin að skreppa 2 ferðir norður sjálfur en ég hefði gjarnan viljað fara kannski meira svona fámennari hluta kjördæmisins en þetta náttúrulega sömuleiðis svolítið skrítið kjördæmi og það hefur oft verið haft orð á því á fundum sem ég hef verið á sko að það Eyjafjarðarsvæðið með líklegast 3/4 atkvæðanna svo hitt mjög dreift. Og upplifir þá fólk fyrir austan að það hafi kannski minni áhrif? Það gerir það nú, já. Það hefur oft verið talað það á fundum sko og ef að ég ætti að tala sem sagt hvað
hvað hefur svona staðið upp úr, þá eru það samgöngumálin. Það virðist vera mónum hugleiknust, enda hefur þetta kjördæmi að minnsta kosti okkar mati og ekki síst þá Austurland legið alveg rosalega eftir með vegaframkvæmdi. Það eru til dæmis allflestar einbreiðar brýr sem eru eftir á hringveginum eru í norðausturkjördæmi. Það er bara örfáar sem eru austast í suðurkjördæmi. Já, ég fann það bara þegar við vorum komin lengra en Klaustur og þá tóku einbreiðu brýrnar við, sko. Og þetta er bara ástand sem við verðum að fara að gera. Já, ég deili þessi reynslu Þorsteins með að í norðvestri, þetta er stórt kjördæmi fyrir á Hvalfirði og nánast að Siglufirði og voru áður fyrir 3 kjördæmi og þetta eru 3 landsvæði sem eru tölvört ólík svona innbyrðis og þannig að það bæði eru hagsmunir innan kjördæmina sem að rauninni kannski stangast eiginlega bara algjörlega á þó að mörguleiti hagsmunir séu þau sömu varðandi samgöngur og þjónustu og svona rekstur bæjarfélagana, atvinnutækifærin og þess háttar að þá þetta er erfitt að svona einhvern veginn að ná að fara kjördæmið og svona eiga þessi nauðsynlega samtöl á svona stuttum tíma. En við erum búin að fara 3 ferðar og erum að fara núna að leggja land undir fót og ætlum að vera bara út í kjördæminu frá með mánudagsmorgni og alveg fram á kjördag þar sem við ætlum að hitta fólki í mismunandi bæjarfélögum og reyna að koma fundum og svona. Mér síðustu vikur hafa verið eins og mörg ár, sko. Mér finnst þetta hafa verið mjög Já, við erum búin að fara svo marga viðburði og tala við svo margt fólk að mér líður bara eins og þetta sé sko þegar sprakk þetta allt í október, 13. október, 15. október, eitthvað svoleiðis. Ég bara byrjuði, þá er ég nú bara ung kona, nú er ég bara orðin 60 sko, þegar ég segi svona. Ég hef líka aldrei talað svona mikið í lífinu, ég er bara komið krónískan myndir sko eitthvað. En það er þegar fólk er í kosningabartu, það ferða og hlustar á fólk og mér fannst það til dæmis að fólkstakostningar fyrir árinu, mér fannst gaman að tala við frambjóðendur af því að þegar maður var að tala við og þá svona endurvörpuðu þeir svona því sem að fólk var að tala. Þannig maður gæti að nota þetta sem svona eins og félagsfræðilega tilraun að safna saman frambjóðendum og heyra svona hver er stemmingin í þjóðinni. Og þið segið að þetta snúist breytingar og réttlátara samfélag. Já, ég var að koma frá Grindavík þar sem að ég upplifa að fólk finnist ekki að hafa verið kannski hlusta nægilega vel á Grindvíkinga og Þórkatla ætla núna einmitt að fara að leigja út til Grindvíkinga aftur eigninar sem þau áttu og þau mega ekki gista þar og þau voru látin taka allt sitt hafurtask út úr eignunum fyrir ekki svo löngu síðan og skila þessu bara eins og þau var að fara að selja þetta þrátt fyrir að það var að vita að það var ekkert að fara að gerast. Þannig að það er alls konar svona núningur þar sem að mér upplifi bæði gagnvart Grindvíkingum, gagnvart bændum eða bara alls konar þjóðfélagshópum að það sé ekki kannski verið að hlusta, það verið að taka ákvarðanir svolítið án þess að hugsa hlutina til enda. En á hvað leigir maður hús sem maður má ekki sofi? Þau eiga að borga semst rafmagn og hita, skilst mér, en Þórkatla er ekki að borga fasteignagjöld til dæmis, þannig að mér finnst farið svolítið vegið að Grindvíkingum þannig. Það sé eðlilega að Grindvíkingar sjálfur myndu kannski búa til reglundar. Það var náttúrulega talandi svona gjá á milli þjóðar og þings og stjórnvalda. Þá var fundurinn sem var fyrir árinu Grindvíkingar hittu stjórnvald í Laugardalshöllinni. Það var ótrúlega magnuð uppákoma. þar sem að þetta kom svo glögglega í ljós að þau sem voru að stýra aðgerðum voru eiginlega í engu sambandi við bæjarbúa. Þannig að sá bara að opnaðist bara gjá á fundinum. Einmitt. Og það var líka svo, þetta var svo myndrænt flotta því að þau voru svo að háu borði þarna stjórnvöldin og horfðu niður á pöpulinn. Hátt yfir en hafinn. Og síðan hefur maður orðið svona varfið að þetta er kannski ástand sem er út allt í samfélaginu. Mér smá líka að því við höfum verið að taka þátt í svona pallborðum með þess að fyrrum, hvað segir maður, fráfarandi ríkisstjórnarliðum og þau bara vilja alls ekki kannast við sína stefni. Þau mæta bara og eru bara eitthvað, hei, meira húsnæði, bara eitthvað, þú veist, við erum að laga hlutina. Maður er svona, byrju, varst að lesa plan sósíalista hérna í þessu eða þú veist, það hljómar eins og eitthvað sem að ég sagði fyrir einhverju síðan og hérna, þetta er mjög athyglisvert að fylgjast með því hvernig sko flokkar sem hafa staði gegn því að laga og breyta er allt í hennu bara eitthvað, hei, við erum svarið. Já.
það ótrúlegt. Eftir 7 ára af aðgerðarleysi þá, í raun og veru. Já, og sumir af þessum flokkum hafa stjórnað nánast allt mitt líf og eru núna að koma með lausnina. Það er alveg magna. En byrtast alltaf í kosningu sem stjórnarandstöðuflokkur. Akkurat. Kannast ekki vita. Það reyndar á við suma þessu flokkum að þeir eru með nýja frembjóðendur sem eiginlega neita bara að svara fyrir það sem hefur verið gert. Og það nokkrir, ég held að sé oddvitar VG sem að segja ég studd aldrei þessa ríkisstjórn og bara neita að vera ábyrgð á ríkisstjórn sem að VG er búin að vera í 7 ár. Það er svolítið erfitt að láta fólk standa fyrir gjörðum sínum og svara fyrir þær ef það sver þær af sér. Já. Nú hafið þið, já það var ekki ég. Hvern á ég þá að rukka svör við þessum spurningum? Ég var að fundi þar sem að fólk átt að rétt upp hönd sko hvort þú hafið stutt nýju útlendingalögin og það var bara ein manneskja sem rétt upp hönd út af því að hún var inn á þingi þá en þannig að þetta gaf ekki raunsanna mynd af hvaða flokkar höfðu stutt þessi lög sem að getur einmitt ruglað kjósendur sko. En haldið að þetta sé vandamál í samfélaginu að við höfum haft stjórnvöld sem að einhverju hluta vegna bara skynja ekki hvað almenningu vill eða er þetta bara stjórnvöld sem skynja vel hvað almenningu vill en vilja bara gera eitthvað allt annað? Já, ég held að sé nú frekar það síðan nefnda, já. Því að sko, við höfum nú talað um það að frjálshyggjan sé nú langt komið að renna sitt skeið hér á landi, ef hún er komin það viða í kringum okkur en sko stjórnvöld hér virðast bara alls ekki gera sig grein fyrir því þau bæta heldur í. Tökum til dæmis þessa veggjaldadellu sem að núna gengur yfir sko. Fyrir 8 árum síðan, 2016, þá var enginn sem talaði fyrir veggjaldur nema Jón Gunnarsson og það var bara hort á hann svona með vorkunnarsvip. Það var gerð könnun á þeim tíma þar sem kom í ljós að yfirgnæfandi meiri hluti almennings vildi þetta ekki. Já, og svo 2 árum seinna þá vildu allir stjórnarflokkarnir þetta líka VG og ég sveið mér þá að það kom ekki bara einhver brestur í afstöðu almennings líka. Ég spái bara í hvaða leið erum við þarna. Sko ég held að þetta sé einfaldlega út af því að það er búið að verða vanrækja þessa innviði og það sko, þetta er ákveðin stefna. Það er að svelta almenning svona bæði var þetta þjónustu og var þetta uppbyggingu innviðum. Þreytan þangað til að hann svona gefst þig upp og segir bara ok, bara ef ég fæ vegir sem eru öryggir og geta komið mér á milli stað og ég get sótt á þjónustu sem ég þarf, þá bara í guðana bænum komið bara með þetta hvernig sem er og ég skal borga. Þannig að þetta er það sem er búið að þreyta almennings til vegna þess að innst inni hefur almenningur enga löngu til þess að samfélagi sér ekki þannig að það sé einhverjir svona auðmenn sem að málbyggi fyrir okkur vegina og við borgum þessu fyrir. Auðmenn sem að hafa rauninni raka til sín auðnum undanfarið 30 ár, búið til þetta risastóra kapital sem að fámennir hópur sittur á og komið svo allir sér að kaupa upp innviðina eða reisa það fyrir okkur við sem borgum svo inn í framtíðina. Mér finnst þetta eiginlega bara alveg galið og ég held að það sé hafi frekar verið þessi hagsmunasamtök sem hafa rauninni stýrt ferðinni. Það eru hagsmunasamtök fjármagnsins sem að hafa rauninni verið á bakvið stjórnvöld og verið bara með stjórnvöld í vasan. Man hefur séð það oft í svona starfshópum og svona þar sem fulltrúar samtaka atvinnulífsins svona ganga svolítið gangan eins og eigi þetta bara og þeir eru bara með þetta rauninni í vasanum sko. Tala flýtigjöld einmitt af því það er einmitt svona ein leið til að reyna að láta þetta hljóma bara svona já ok, flýtigjöld, ég fyrir að greiða flýtigjöld svo þetta komi fyrr. Þá er hótun eiginlega svo að ef þið viljið fá Ölfusárbrú að þá fáið einkavædda Ölfusárbrú sem að verða með veggjöldum eða fá enga Ölfusárbrú. Og þetta er svo alvarlegt sérstaklega sko út á landi. Ég bjó nú á Eskifirði í 2 ár svo ég tali nú eins og dreifbýlis frambjóðandi vegna þess að sko öll mál eru samgöngumál. Heilbrigðismál eru samgöngumál til hvers að vera með spítala ef þú kemst ekki á spítalan. Menntamál, atvinnumál. Þetta eru samgöngumál eru öll þessi mál og leið og þú ert búin að sko engavæða samgöngurnar þá ertu búin að engavæða aðgangu sjúkraþjónustu að námi. Þú ert búin að engavæða aðganginu skólakerfinu og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis af því það er ekki eins og þú getur búið á Eskifirði og farið aldrei að þennan ferða fótgangandi. Það er bara þannig. Ég upplifi þetta líka eins og þetta með að þreyta. Ég kannast við það varðandi heilsugæsluna á Reykjanesinu. Við vorum bara þreytt með því að fjársvelta HSS þangað til að megnið af okkur fagnaði gríðarlega þegar það kom engarekin heilsugæsla og umræðan fer ekki út í það af hverju
var þetta gert svona, heldur bara nú erum við rosa glöð. Já, því þetta er komið. Að því þetta er komið. Og svo þessi hugtakanótkun átt í kringum þetta. Nú til dæmis verið að nota hugtakið samvinnuverkefni. Svona Sigur Ingi byrjaði að nota það. Já, og sko framsóknarflokkurinn á öllum flokkum að afbaka þetta hugtak sem að flokkurinn var stofnar í kringum í byrjun síðustu aldar, þar sem að raunverulega voru samvinnuverkefni, þar sem að íbúar og bændur tóku sér saman að koma á fót alls konar samvinnufélögum sem stóðu undir bæjar lífi og þjónustu og innviðum ýmsum. En þetta er svona að vera að kasta ríkinu augun á fólki og mér finnst þetta að vera að taka eitthvað ákveðin hröðun í þessu. Finnst mér eins og hafi verið orðið bara allra síðustu mánuðir. Já, ég get alveg tekið undir þá. Ég held að það geti verið að það sé bara komin svolítil hræðsla í frjálshyggju liði. Það gerir sig grein fyrir því að þetta er að líða undir lok. Þannig að nú þarf heldur betur að moka áður en það verður of seint. Já. Ég hef einhvern veginn þá tilfinningu. Þetta sé rekið áfram af fyrirtækjum sem ætla að ná undir sig eins stórum hluta af heilbrigðiskerfinu. Já, og bara af almanna innviðum í raun og veru áður en það er of seint. En finnst ykkur fólk vera að tala um þetta að kosningarnar séu almannahag eða sérhagsmuni einhver leyti? Ég myndi segja það, já, en það er alltaf svona eins og við fáum það fram í svona dæmasögum. Þú veist, fólk er að segja eitthvað og maður sér skýrt og það er að segja bara núverandi kerfi gengur ekki að því að ríkisstjórnin hefur ekki verið að vinna fyrir okkur, en kannski segir það ekki beint, heldur segir það með frásögnunum sem það er að deila með okkur einhvern veginn. Mér finnst það birtast aldrei þannig. Ég segi eiginlega saman, sko, það sem ég verð var við í mínu kjördæmi, það sem að brennur á fólkið og engum á ungum kjósendum, það er húsnæðismálin, það er ófremdarástand í húsnæðismálum, ungt fólk kemst ekki að heiman og spyr hvað ætlið að gera í því og þá stend ég fram fyrir því á ég að byrja á því að útskýra fyrir þeim hugtakið auðvald og hvernig við notum það og útskýra fyrir því að það sé rót alls ills í okkar samfélagi eða á ég að draga upp bæklingin okkur og segja við erum með aðgerðir félagsvæðingu, húsnæðiskerfisins og eitthvað svoleiðis. Þannig að fólk horfir á vandamálið og þá er spurningin eigum við að ávarpa vandamálið beint eða eigum við að ávarpa hinnar djúpu undirliggjandi rætur þess, hugmyndafræðilega rætur þess að þetta er orðið að vandamálið til að byrja með. Mér hefur reyndar fundist einmitt mjög gaman að fara á þessa viðburði í skólanum og ræða beint við unglingana sko. Á Laugavatni þá var þetta ekki svona eitthvað pallborð. Heldur voru bara flokkarnir allir með svona borð og gátu kynnt sig og tala beint við krakkana í svona 2 klukkutíma. Og þau eru rosa mikið með á nótunum, með rosa gagnrýna hugsun og voru með góðar spurningar og að geta einmitt rætt auðvaldið og allt þetta bara beint við þau. Mér fannst það skila mjög góðu samtali og eftir reyndar líka í Fjölbraut á Suðurnesjum þá var ég þar í 2 klukkutíma bara að spjalla við nemendur sem gátu líka svona gefið mér nýja sýn á hvernig samfélagið innan Fjölbrautaskólans á Suðurnesjum er að virka. Já, ég deili þessu. Þetta er búið mjög áhrifaríkt og fræðandi að hitta krakkana í Fjölbrautaskólanum og ég hef líka tekið eftir því á þeim fundum, ég er búin að sitja held í 3 svona fundi, að mér sýnist eins og við sósíalista séum einu flokkarnir sem er að tala pólitík. Við erum að tala einhverja hugmyndafræði. Grundvallarbreytingar. Já, hugmyndafræði. Það sem að rauninni er hægt að gefa sér fyrir hvað stendur þessi einstaklingur og hvað get ég svona vænst af því að hvernig ákvarðantöku hann muni standa að. Það er að segja að grunnurinn í okkar ákvarðanatöku verður alltaf hagsmunir almennings en ekki fjármagnsins og það er rauninni svona afstaða sem að getur sagt svolítið til á hvaða leið þessi stjórnmálamaður fer. Hinir frambjóðendur, oddvitarnir sem eru í Norðvesturkjördæmi, flestir eru svolítið að tala bara raun atriði, það er svona atriðapólitík, hvaða sýn þeir hafa á þessu atriði á þessum tíma á þessum stað og hvað þeir leggja til. Í staðinn fyrir að segja
hvað snýst þeirra hugmyndafræði. Við veitum það koma ágætlega fram í húsnæðismálunum þar sem að sósíalistar leggja fram raunverulega til bara nýtt húsnæðiskerfi og benda á það af hverju hitt virkar ekki. Á meðan að mér finnst hinir flokkarnir vera meira og minna að leggja til svona aðgerðir til þess að lina ágalla þess kerfi sem augljóslega virkar ekki því að það skilar almenningi dýru og óöruggu húsnæði. Ríkið hlýtur eiga að reka húsnæðisstefnu sem skilar almenningi ódýru og öruggu húsnæði. Þannig minnst að koma ágætlega fram í þeim og líka í skattamálunum. Sko við erum ekki kerfi sem ekki einu sinni skilar almenningi húsnæði. Nei, það er bara fjármagnseigendum. Það er líka hluti af því held í húsnæðismáli að hverju stundum auðveldar að tala pólitík við yngra fólk af því að húsnæðiskerfi hefur afhjúpað svo gersamlega stéttaskiptinguna í samfélaginu sem að þetta bitnar meira á yngra fólki og mér finnst það oft bara auðveldara að tala pólitík við yngra fólk á meðan kannski mín kynslóð og kannski yngra fólk sem að, þannig ekki fólk sem að komst til vits og ára á nýfrjálshyggjunni er oft svolítið blind fyrir stéttamenn í samfélaginu. Ég setti myndband á TikTok og spurði bara hversu oft hefur flutt í gegnum tíðina og var það að því að þú og fjölskyldan þið vildu flytja eða var það að því þið neyddust til þess? Og bara svörin sem koma þarna fram, þetta var ótrúlegt bara mjög tíðir flutningar og bara rosalegt að leysa þetta þú veist, bara já. Ég þekki þetta vel, ég hef búin að gera kannanir á stöðu leigjenda og að því að leigjendur eru svo hópur og húsnæðismarkar sem að hefur það verst og þeir eru á síföldu vergangi og á Íslandi flytja leigjendur að meðaltali á svona 22-30 mánaða fresti, 91% leigjenda flytja á 5 árum, þannig að þú sér svona bara áfallin sem þeir gangi gegnum. Við tölum með íbúa Grindavíkur og þeir komu margir fram íbúa Grindavíkur og sögðu bara hversu erfitt þetta væri og hversu mikið áfall og streitaði fylgdi að þurfa að yfirgefa heimili sitt nauðugur. Þar sem að þú tókst ekki það ákvörðin sjálfur í þínum styrkleika vegna þinna hagsmuna að fara eitthvað heldur það að þú þyrftir að fara og þetta búa leigjendur við með aldrei 22-30 mánaða fresti og þetta náttúrulega bara algjörlega ólíðandi. Alveg ólíðandi að stjórnum skuli ekki taka þessu ástandi af alvöru því að þetta 2000 fjölskylda sem búa við þetta. Nú heyrði ég, ef ég má hvers vegna þá ekki bara farið í eitthvað svipað eins og Þórkötlu í raun og veru þó að hamfarirnar séu manngerðar þá getur ríkið alveg komið fólki til bjargar með álíka hugmynd. Og við höfum gert það áður, Íslendingar. Nú heyrði ég samt að Grindvíkingar eru mjög hræddir það þegar að íbúðirna verða seldar úr Þórkötlu að þá verði það bara braskvætt. Þeim stendur til búið að kaupa þetta fyrir þá 95% af brunabótamati og þetta náttúrulega verður búið að lækka svo mikið í verði þannig að það verður svolítið varasamt og þá er spurningin fá einhverju fjárfestar að koma og kaupa þetta bara einhverju niðursettu verði eins og gerist upp á Ásbrú og í hruninu og svona. Það er nauðsynlegt að við verðum komið með fótinn á Alþingi til þess að stöðva það. Já, það er alveg sama hversu mikill fagur gali er í flokkum fyrir kosningar að þá er mjög mikil hætta á þessu. Það sem að Þórkatla er opinbert fyrirbæri þá eigum við ekki að þurfa að horfa upp á það. En Íbúðalánasjóður verða líka og Ásbrú fór í gegnum ríkið. Já, og það var allt braskvætt. Það gerist allt á frjálshyggjutímanum. Kannski benda það að svo sem að minnstakosti hefur verið forstjóri eða framkvæmdastjóri Þórkötlu, hann var það nú líka yfir Kateko á sínum tíma þegar að Kateko tók yfir eignir varnarliðsins og mokaði þeim út til einhverja vildarvinna og fjárfesta á spotprís og þegar okkur eignarstýrins í leigjendasamtökunum var flestu íbúðirnar á Ásbrú að kaupverðið hefði komið tilbaka í húsaleigu á flestum íbúðunum á 2 árum. En þessi svona braskvæðing og það sé svona verið að voma yfir eignum almennings, við erum náttúrulega búin að missa fiskimiðin í hendurnar á kannski, ég veit ekki, kannski bara 9 eða 10 fjölskyldum, meira og minna. Firðirnir, það voru fyrir frumvarp fyrir þinginu sem að ná nú reyndar ekki í gegn, en það var gert ráð fyrir að firðirnir eru eiginlega gefnir einhverjum norskum auðkingum meira og minna. Varanlega. Já. Það er talað svona auðlindir og svo er það líka svona eignir þar sem að það er eins og þessi trú stjórnvalda að einhverju braskarar séu þeir sem að knýja áfram hjól efnahagslífsins
sem svolítið skrítin hugmynd. Þetta en maður verður svolítið varvitað þegar maður tala við fólk að það er svona tilfinning fyrir því að það sé eiginlega bara verið að ræna Íslandi. Sést vel í landbúnaðarkerfinu hvernig frjálshyggjan í raun og veru rændi möguleikunum til nýliðunar í landbúnaði, mikið talað hann það vandamál og sem sagt jarðeignadeild ríkisins eins og hún hét á sín tíma átti margar góðar bújarðir og það var hægt að fá þar leiðar á viðráðanlegum kjörum þannig að þetta var í rauninni langbesta leiðin fyrir þá sem ekki áttu ríka foreldra að gerast bændur en nú er búið að moka flestum þessum jörðum út, það var byrjað á því að færa jarðeignadeildina frá landbúnaðarráðuneytinu til fjármálaráðuneytisins og margir flokkar sem að hvetja til þess að vera seldar enn frekar eins og þess að það er á dagskrá Viðreisnar að selja þess að jarði bara einmitt, en ég held að sé þegar búið að selja allt og mikið að þeim og það þyrfti að fara að snúa þessu dæmi við ef við meinum eitthvað með því að tala að auðvelda nýliðun í landbúnaði, það eina sem hefur komið fram þar er einhvers konar styrkja úthlutun í gegnum búvörusamningana en þetta er engum í huga að nefna það að það væri kannski alltaf að taka fjármálakerfið aðeins til bæna í sambandi við þetta og þannig að ungir bændur gætu fengið lán í fyrsta lagi fyrir einhverju framkvæmdu og ef þeir geta nú fengið lán sem þeir geta alls ekki alltaf að þau lán væru þá skikkanlegum kjörum og leyfi til þess að standa fyrir framkvæmdum á ríkisjörðum það er líka búið að takmarka mikið réttindi bænda á ríkisjörðum þeim sem eftir eru og ég var kannski með þeim síðustu þegar ég byrjaði að búa 1996 sem að fekk skikkanleg kjör og ég gat nýtt mér fyrirbæri sem héti jarðanemnd sýslunar hún var svo mjög fljótt eftir það lögð niður ég gat nýtt mér þetta til þess að fá leiguna dæmda sem sagt aðeins niður vegna þess að hún þótt ekki sanngjörn og svona þyrfti náttúrulega að vera í þessu kerfi ennþá. Já, svo að fara að hækka raforkuna á garðyrkjubændur og maður svona spyr sig hvert er matvælaöryggi landsins eiginlega stefna til dæmis og svona atvinnuveginir. Já. Þannig að landbúnaðurinn eða einhver leyti erum við búin að undir fórustu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks byggja upp landbúnaðarkerfi þar sem að búreksturinn eiginlega stendur ekki undir sér og maður heyri mikið að því þú nú með Vopnafjörð þarna sem að Ratcliffe er búin að kaupa upp jarðir og alveg upp á Grímsstaði og þegar ég var að fara á ferðalagi og var að spyrja hvernig hafi staðið á þessu og þá var mér sagt að það eru kannski eldri hjón sem að eiga bú sem að voru hvött til þess að stækka fjósið til þess að ná upp hagkvæmni og fleira og tóku lán og eitthvað fleira og svo vilja þau fara að bregða búi og það eru kannski 3 systkini sem að myndu erfa þetta og þá þyrfti eitt að kaupa hinn út en það bara svo mikla skuldir á þessu að það þú fyrir ekki að kaupa út 80-90 milljónir taka yfir svona lán vegna þess að búreksturinn stendur ekki undir því þannig þá sem að eru þið þá búin að búa til kerfi sem að raunverulega venjulegu búrekstur eins og við viljum hafa í sveitunum að hann stendur ekki undir fjármagnskostnaðurinn sem er á bakvið þetta og þá endan fólki segir að er ekki bara best að selja Ratcliffe þetta og skipta svo bara peningunum á milli bandana. Já, ég held þetta sé í rauninni alveg rétt að það er búið að búa til þetta umhverfi og eiginlega síðasti naglinn í þá kistu var verðfalli mikla á lambakjöti sem var 2016 og 17 þegar að verð á lambakjöti lækkaði 50% á 2 árum og hvaða stétt haldi þið að hefði sætt sig við 50% kjararýrnun á 2 árum. Þetta, það er ekki verið að hugsa bændur, það er verið einhvern veginn að bara svona hóa þeim til og frá eins og kindum. Já, svo er líka, fyrir að tala bændur, þá náttúrulega hefur við heyrt rosalega oft á ferðum okkur kjördæmi að fólk óttast þessa nýliðun, að því að það er svo mikil ásókn auðmanni að kaupa bújarðir að þeir eru búin að spóla upp verðmiðan á þessu og þetta gerir ekki bara nýliðun bænda þeirra sem koma kannski úr búfræði og vilja koma sér fyrir á jörðum að þurfa að kaupa þær. Þetta gerir líka ættliðaskipti gríðarlega erfið þegar verðmiðin á jörðunum er orðin kannski allt upp yfir 0,5 milljarður og það er kannski elsti sonur sem ætlar að taka við búinu og hann á 2-3 systkini og þá getur komið oft svona smá spenna í hvernig, hvað á hann að borga fyrir hlutin okkar vegna þess að það er maður Baron Mikil sem vil borga 500 milljónir fyrir jörðina og þetta þar með þetta bara komið út úr venjulegum rekstri þetta er svipað ástandur á húsnæðismarkaðnum þeir sem eiga mikið pening spenna allt upp allt verðið og venjulegt fólk getur ekki keppt við þá lengur að
bara eignast taka yfir höfuð. Því að það búið spenna verði svo háttur. Já, ég hef einmitt líkt þessu saman sko á fundum að eins og Guðmundur hefur nú nefnt sko og fleiri í Sósíalistaflokknum að þú getur ekki sem ung manneskja komist yfir húsnæðinu með eiga ríka foreldra og það sama með nýliðun í bændastétt að þú færð ekki jarðnæði nema eigi ríka foreldrar sem eru tilbúin til að gefa þér jörðina. Eða sérst einbyrni. Já, og einbyrni, já, einmitt sko. Eða uppáhaldsbann. Málið að þetta komið í tómt óefni sko og eina leiðin tilbaka að ríki komi betur inn í þetta og festi sér jarðir aftur. Til dæmis gerðist það þarna á Breiðamerkursandi í þínu kjördæmi eða við Jökulsárlóna að ríki keypti jörð sem það var búið að vera í tómu rugli, margir eigendur og allt í það lagaðist við það ástandi. Það þarf náttúrulega bara að koma í veg fyrir að auðmenn sé að kaupa upp jarðir hérna. Ég geti ímyndað ykkur sko hvort að það var eitthvað viti því að Jökulsárlón, þessi perla færi í hendurnar á segjum Radcliffe eða öðrum auðmönnum erlendum, það hefði verið gjörsamlega fráleitt. En má ég vera aðeins lengur út á landi að því að ekki rætt mikið kvótakerfi og sjávarútveg. Þú ert að bjóða fram á Vestfjörðum, þeir hljótar ennþá að ræða kvótan þar. Jú, það fer ekki mikið fyrir... Það er svo langt síðan hann fór. Já, það fer ekki mikið fyrir tali fólks kvótakerfi sem slíkt. Við náttúrulega, þetta eins og gerist oft með svona óréttlæti að fólk einhvern veginn eru på tánum í 15-20 ár og svo svona verða kynslóðaskipti í þessu og maður elst upp við eitthvað kerfi sem maður heldur að það sé bara eilíft og við fallið himnum á hann. Þannig að það vantar einhvern veginn að vekja það til lífsins aftur. En varðandi sjávarútvegsmálin þá það sem að maður heyri mest rætt og það krafa strandbyggðanna á Snæfellsnesi og Vestfjörðum að krókaveiðum sem gerð herðundu höfðri og strandveiða til dæmis á handfæraveiðum eða línubátum séu gefna frjálsar. Þetta náttúrulega langvísfænasti veiðiskapurinn, hann skilar besta aflanum með hæsta verðið, hann dreifir auðnum best, það þetta umhverfisvænast, minnsta losun á kolefna per veitt kíló. Þannig að það eiginlega alveg augljóst. En samt að hefur sjávarútveg sem verið stýrt hérna að það eiginlega verið að íta þessi burtu sko. Það er ekki verið að auka hlut strandveiða. Nei, en það út af því að stórútgerðin, hún vill ekki að vegna þess að það þá verið að taka af aflahlutdeild þeirra ef á að auka aflahlutdeild krókabátana. En ég þetta augljóst að þetta eigi að vera svona að því að þetta hefur svo mikið gott líf í för með sig fyrir þessar byggðir. Ég hef aldrei verið að fá þessa spurningu helst í útvarpsviðtölum sem ég farið í og þá mitt út frá þeim forsendum út frá hagsmunum þeirra sem að eiga nú þegar mikið og treysta á að þetta kerfi haldi áfram því að þegar maður leggur til breytingar og útskýrir hvernig sósíalistar sjá fyrir sér að það farið í breytingar að þá einhvern veginn bara svona en hvað fólki sem að hefur eignar, það er talað eins og þau eigi einhvern svona eignarrétt þó það standi mitt í þessari löggjöf utanum mitt allt saman að úthlutun megi ekki leiða til óafturkræfanlegs eignarhalds á einhverju auðlind. Þannig að þetta er aldrei áhugavert að fylgjast með því að sé ekki bara já, áhugavert, þið viljið útrýma óréttlætinu og koma með eitthvað svona kerfi sem að hentar betur þörfum byggðana. Hvernig sjáðu fyrir ykkur að gera það? Meira bara eitthvað svona býtu, má það? Er það í lagi, þú veist? Þótt að þú sett að tala út frá þeim sem eiga auðlindina og vilja fá að við fáum að notið arðsins að henni, en þessi örfáir sem að gera það í dag, að þá dettur samúðin með þeim. Ætlar að virkilega taka þetta af og þóstinum á. Það er líka sem á þetta. Mjög mikilvægt sjónarmið í þessu vegna. Við lendum oft í þessu nefnilega þegar þetta ber að koma. Já, nú þessir kvóta eigendur, þeir eru búin að borga fyrir þetta. Ætlið að taka þetta, þeir eru búin að reiða út fé. En það má spyrja móti, hversu mikinn arð hafa þeir fengið frá því að greiddu fyrir þetta? Því að mjög margir kvótaeigendur eru þeir sömu og voru fyrir efnahagshrunið sem fengu meira að minna allan stærsta hlutan af skuldur sínum afskrifaðar. Ég veit marga stórtaka kvótaeigendur og nokkra í hópi þeirra allra stærstu sem hafa borgað sára lítið fyrir kvótan sem þeir þá sitja á vegna þess að þeir fóru í gegnum alls konar leiðréttingar og niðurfærslur og gjaldþrot í bankahruninu. Þannig að við verðum að geta rætt þetta bara hvort að og hvernig við ætlum að vinda ofan að þessu án þess að þurfa að lenda í þessu svona
að láta hræða okkur með því að þetta fólk hafi nú borgað eitthvað pening fyrir þetta eitthvað tíman og við þurfum þá að greiða eitthvað fullt gjald á móti. Ég meina þetta fólk hefur setið að 20 milljón króna arði á síðustu árum út af þessu. Það ekki eins og þeir muni verða örugar bara út af því við breytum kerfinu. Og mér finnst líka það sem við höfum líka að taka inn í þetta að ef við rifjum upp þegar Namibíu-skandallinn kom upp, hver voru þá fyrstu viðbrögð þáverandi sjávarútvegsráðherra? Hringdi hann í namibísk stjórnvöld og baðst afsökunar á framferði landa sinna og bauð fram alla aðstöð íslenskra stjórnvölda við að upplýsa málið og koma höndum yfir hennar seku ef sekt þeirra myndi sannast. Nei, hann hringdi beint í Samherja og spurði hvernig hefur það kallinn? En við getum ekki búist við því að við þokum auðlindamálum okkar í átt til einhver skynsamlegs réttlætis og meðan æðsti yfirmaður sjávarútvegsmála svona bullandi vanhæfur og ég ekki að segja bara stjórnsýslulega vanhæfur vegna vinatengsla og hagsmunatengsla til að gegna sínu embætti í þágu almennings í þessu landi. Þannig svo augljóslega að þjóna auðvaldinu en ekki almenningi. Eða líka eitt sem ég lærst í þessari baráttu einmitt þú veist að það verður að viðurkenna vandann, þú veist, horfast í augu við vandann, við erum meðvituð að það er spilling, það er óréttlæti og það verður að breyta því og þú veist, við erum líka meðvituð að það þarf að byrja einhvers staðar, þú veist, þó að einhver gæti mögulega komið í framtíðin og við erum bara wow, er þetta ekki hindrun, þá ætlum við ekki að gefast upp að því að einhver segir að kannski gæti þetta orðið erfitt á leiðinni, þú veist, við hugsum þetta bara, þú veist, mantra mín dálítið síðustu vikur hefur verið bara eitt skref í einu, bæði bara persónulega og líka bara gagnvart þessari baráttu, þú veist, við þurfum að byrja einhvers staðar og viðurkenna að það er eitthvað vandamál og við einmitt, þú veist, það sem við erum ofta að tala sósíalistar einmitt að endurspegla þessi meginþorri landsmanna að segja, þú veist, kannanir hafa sýnt að almenningur ekkert sáttu við hlutinni sem þau eru, það eru 69% sem telja samfélagi vera rangri leið, þannig það að fyrsta sem að einmitt þessi fráfarandi ríkisstjórn og ríkisstjórn síðustu ára að gera eitthvað bara andstæðina við það sem almenningur vill, þannig ég held að sé mikilvægast að horfast í augu við vandann og ganga síðan út frá því í öllu okkar aðgerðum. Já, þetta er náttúrulega allt bara mannalega verk, þannig að það er ekki eins og þetta sé ykkur lögmál eða fallið hinum á hann, þannig að það er alltaf hægt að finna leið út úr þessu. Mér finnst líka þegar að við erum að tala félagslega lausnir og fólk verður að spyrja, já, býtu hvað ætlar að finna einhverja peninga fyrir þessu öllu, af því að við viljum hafa gjaldfrítt heilbrigðiskerfi og menntakerfi og ekki þurfa að einkavæða veginn okkar, að þá fer ég yfirleitt yfir í sjávarútvegsmálin, af því að einmitt, fiskveiðiauðlindin okkar sameign og ef við ætlum bara að höndla með hana eins og hún sé bara einhverja örfára að þá getum við ekki gert þetta allt en ef við dreifum þessu jafnt að þá getum við gert og átt svo gott samfélag og sanngjarnt. Það er eitt sem oft hefur verið rætt á fundum fyrir austan og norðan sem sagt auðlindagjöld og ég hef verið að reyna að benda mönnum svolítið á auðlindagjöld af sjávarútveginum þar að segja menn karpa þar heilmikið það hvernig þau séu nú reiknu og hvort eigi að hækka þau eða eitthvað svona en ég bendi mönnum á það að auðlindagjöldin hvernig sem hvort sem þau eru há eða lág þau eru skattur og þau eru skattur á það sem að menn fá þá þar með að líta á sem eign sína og ég er ekki sáttur við það ég vil en er það ekki leigugjald? Jú, kannski en eignin þeir líta á eignina sem sína við erum að skattleggja eign þeirra Þannig lít ég á auðlindagjöldin. Þannig að við eigum innkalla kvótan eins og Sanna hefur talað og fleiri og síðan getum við útluta honum aftur og þá getum við farið að tala leigugjald. Þegar ljóst að kvótin komin í eigu þjóðarinnar 100% eins og hann á að vera samkvæmt lögum. Við þurfum að geta sýnt fram á að þannig sé það orðið. Skattlagning í formi veiðigjalda, mér finnst hún viðurkenna þennan eignarrétt sem ekki á að vera til staðar. Já, en því að svo sagðir félagslega lausnir stundum mæta sósíalistar svona þegar að tala til dæmis félagslegt húsnæði að þá heyrir maður það eða sér það svona í augum þess að maður er að tala við að það er búið að tala niður félagslega lausnir áratugum saman og fólk sér fyrir sér eitthvað svona eitthvað ljótt
laust og Stalinsblokkir. Ja, Stalinblokkir eða eitthvað bara leiðindi og í mörgum af þeim lausnum sem við erum að tala eins og við viljum að það sé réttlátt skattkerfi og þeir sem hafa breyðstu bókin borgi skatta og þá er eitthvað neginn látið lítið út eins og við viljum bara skattpína alltaf og sömuleyti erum við að heyja okkar baráttu svona á heimavelli hinna sömuleyti, að maður verður alveg varfið að sko þeir sem að draga taum auðvaldsins hafa haft svolítið frítt spil í samfélaginu við að sko mála raunverulega alla frelsis og hagsmunabaráttu almennings svolítið svona dökkum litum. Já sko það sem að ég held að við höfum gert öðru heldur en margar aðra þjóðir varðandi sko svona félagslega innviði er að við lítum á þetta sem einhvers konar neyðarþjónustu. Þannig að þetta ekki rauninni... Það hægra sjónarmiðið. Já, þetta orðið þannig að félagslega þjónusta bara svona einhvers konar neyðarþjónusta. Ef þú hefur enga aðra kosti og búin að sko þrautreina allt saman og ganga vergang og píslargöngu, þá er þetta í boði fyrir því. Þú sér þetta til þess að fá útlutað í félagsbústöðum að þá þarftu eiginlega að sanna að þú sett ekki bara fátæk, heldur settu bara niðurbrotin manneskja. Já, en þetta er bara svo víða. Man sér þetta sem almenningssamgöngur til dæmis. Þetta er hálfgerð svona neyðarþjónusta. Þetta er ekki miðað því að þetta sko þjónusti fólki allstaðar og bara hvernig skipulagsmál og allt þetta er. Það er svo víða sem að sko félagsleg þjónusta hefur einhvern veginn orðið að svona einhvers konar neyðarþjónustu að meðan að mörgunum lönd, jafnvel þó þessi mjög kapitalísk rekin lönd, hafa sýnt ákveðið metnað í sko félagsvæðingu ákveðin innviðar eins og húsnæði. Við talum oft Austurríki. Vínaborg er búin að vera held í 9 ári röð valin lífvænlegasta borg í veröldinni. Þar er við 60% af öllu húsnæði félagslegt. Og þar er þetta líka húsnæði sem er byggt að metnaði. Hérna hefur stundum síðustu árum, ég veit að ég bjó í Grafarholti og þar voru húsin, blokkirnar þar, allar 3 hæða og svona mismunandi uppbrot í þeim og aðeins mismunandi og stóra svalir og garða og svoleiðis. Svo voru byggð 3 félagslega blokkir. Þar voru allar 8 hæða með innfeldum svölum. Það var bara kassi og það var eiginlega allt gert til þess að þetta stæði svona sem minnisvarði að félagslega er ekki húsnæði, það er öðruvísi, það er jaðarsett, þetta er neyðarþjónusta, fólki sem býr þarna, það hefur eitthvað stað farið hallangu lífinu eða gert eitthvað mistök, þetta er gert sýnilegt og þannig erum við svona bara eiginlega svolítið andstyggileg á þessu leiti. Maður þekkir gólfdúka félagsbústaða sko og innréttinguna. Ég ólst upp í svona félagslegri íbúð af ævi minni og mér sko athyglisvert líka hægri orðræðan að maður eigi að koma síðan út úr félagslega kerfinu. Að það sé helst bara að hugsa að það eigi að vera eitthvað svona stutt stopp þanga til þú verður í gæsalöppum venjuleg aftur og getur staðið á eigin fótum og fáir hjálp til sjálfshjálpar. Það má ekki vera of gott. Samt eru þau stundum með stigan sko og standa fyrir ofan hóluna og neita rétta þú veist þekki það mjög vel sko. En við þurfum kannski bara að taka aftur þessi orð, þú veist, eins og við erum búin að taka auðræði eða eitthvað og rýbranda þetta bara og bara kynna þetta upp á nýtt einhvern veginn. Bókasöfn, sundlegar, við segjum ekki ég er að fara á félagslega bókasafnið þar sem ég fer ekki blálánið, ég fer í félagslegu sundlega. Nákvæmlega, þú veist, og því það er byggt upp út frá einhverju svona sjónarmiðum að þú veist þessu bókasöfn bara og maður geta fengið lána að bók og við ætlum bara að treysta þér fyrir bókinni að þú skilir henni og rústir henni ekki og minnum bara eitthvað að þú veist taka bók og fara vel með hana þó þetta sé ekki þú veist þín eign og við erum sameiginlega eigum þetta þannig minnst athyglisvert hvað er þú veist skammarlega félagslegt og hvað er bara eitthvað svona já þú veist bókasöfn og einmitt ef að bókasöfn væri ekki til í dag og einhver ætlaði að fara að opna bókasöfn hvernig væri þá talað það væri bara mjög athyglisvert Ég heyri það fyrir stuttu að bókasöfn væri nú í rauninni orðin eina opinbera húsnæði sem þarf ekki að borga því inn í og þá er nú frjálshyggjan búin að ná ansi miklum árangri þegar svo er komið og það hlýtur orðið meira en tímabært að fara að snúa við á þessari leið. En ég var að spyrja svona andrúðurinn, verði varfið það að það sé verið að því að sumleiti ef maður skoðar kosningastefnu sósíalista, þá var hún að vísa til þess sem hefur verið gert áður og hún er að mörguleiti sko, ef maður verðum að horfa á þetta frá sjónarhólum 1980 til dæmis. Þá þætti þetta ekkit sérlega róttækt en frekar stefna hinna flokkana þætti vera sko stórkostlega róttæk og bara byltingakend en samt er alltaf sósíalistum svolítið mætti svo þeir séu að fara að raska einhverju en það er hort fram í á allri þessi röskun sem eru orðið í samfélaginu
sem sósíalistar vilja leiðrétta sko. Ég hef nefnilega ekki orðið var við þennan andróð nema svona hvað ámátlegt mjálm að við séum að tala fyrir einhverju hugmyndafræði sem aldrei hafi leitt neitt yfir þjóðir annað en einhverjar hörmungar og skipbrot og þá talað okkur eins og við séum að horfa til Sovjetríkjana að fyrirmyndum en ekki til dæmis til Danmerkur eða Svíþjóðar sko. En ég hef á tilfinninguna að frjálshyggja liðið sé svolítið viljandi samt að halda að sér höndunum í þessum efnum að þessi svo auðsvarað þetta er svo máttlausar árásir og sko þrátt fyrir allt á held ég svolítið að þau viti upp á sig skömmina sko að það, hvenar olli sósíalísk hugmyndafræði síðast algjöru efnahagshruni á Íslandi? Ekki, það bara eiginlega allt það sem gott í samfélaginu má reykja til sósíalíska nákvæmlega, hvenær olli kapitalísk hugmyndafræði síðast allsherjarhruni á íslensku hagkerfi. En mér finnst líka athyglisvert sko, maður er ofta nefna hluti sem kannski bara, fólk að mínum aldrei aðeins yngra er kannski ekki alltaf meðvitað bara eitthvað svona, kostaði ekki á heilsugæsluna, bara, var þetta einu svona, voru lágmarksleiðin þurfti ekki að greiða skatt, bara já, ok, athyglisvert. Þannig að þetta er alveg, þetta er svo fljótt, þetta er ekki kannski minni sko. Búið að normalísera misrétti. Svo fekk ég mér fannst það undarlegt komment sko á fundi daginn þar sem að aðili úr stjórnarflokk kallaði sem sagt svona lýðræðislegar ákvarðanir sem að ég hafði verið að tala fyrir skoðanakönnun. Var það til dæmis skoðanakönnun þegar við kusum nýja stjórnarskrá? Þau hafa greinilega handlað þetta eins og skoðanakönnun af því að þau hafa ekki fylgt þessu eftir. Sem líkaði ekki niðurstaðan. Nei. Já, því að talandi það sem hefur verið gert áður að því að við stundum vísum til þess og ég rifjaði upp daginn að 1965 það var húsnæðiskreppa, kannist við þetta, það voru ennþá Braggahverfi og Höfðaborgin og mikill vilji í verkalýðshreyfingunni að gera stór átök í húsnæðisuppbyggingu og það var gert þríliða samningur við Vinnuveitendafélagið held ég að heita það, Vinnuveitendasambandið og Alþýðusambandið og stjórnvöld. Og það var ákveðið að fara út í stór átak við að byggja upp og það var byggt upp Breiðholtið og stór átak við að byggja verkefnabústaðina. Og þá var samþykkt að taka 1% launaskatt til sem ætti að renna inn í verkefnabústaðina. Og þetta var tekin ákvörðun 65 á þinginu. Í dag væri þetta svipað og stjórnvöld tæki ákvörðun að láta 23 milljarða ári renna í uppbyggingu verkefnabústaðakerfisins. Þetta er stærðin sem að þetta samfélag gat tekið þá, en það er eins og þessi geta að taka svona samfélagslega ábyrgar ákvarðanir, svipað og Svíarnir gerðu með milljónaverkefni, það margar þjóðir hafa gert. Og hvergi dæmi það að almenningur hafi eignast ódýrt og örugt húsnæðiskerfi nema með einhver svona stór átökum. Að það er eins og þetta sé bara horfið algjörlega út úr stjórnmálum, þessi geta. En þeir innheimta ennþá hann skatt sko. Hann er dottinn inn í tryggingagjaldið en hann rennur ekki til þess að byggja upp húsnæði og mér finnst nú að verkalýðshreyfingin eigi að fara að minna á það að við samþykktum að taka þetta á okkur. Já, þetta er ennþá tekið af. Já, þetta er bara í tryggingagjaldinu. Þetta er bara inn í tryggingagjaldinu, þetta þróaðist, þetta hækkaði 2%. Þeir eyðilögðu verkefnabústaðina en héldu áfram að innheimta þetta. Já, þannig að þessi peningar eru allir, eins og segir, 23 milljarðar, þetta er svona cirka 500 íbúðir. Og þetta er bara eigið féð sko, þetta er bara það sem þú getur tekið lán á móti og þú getur bara byggt. Það er bara að ronna í samfélaginu ef að ríkið útvegaði 500 íbúður á hverju einasta ári, eða gæti það minnst að kosti. Myndi alltaf sjá til þess að 385 íbúðir sem voru komið inn í verkefnabústaðina síðasta árið áður að það var eyðilagt og þá var náttúrulega samfélagi voru við næstu í helmingi færri sko. Þannig að það eru 500 er eiginlega láttala sko. Já, ég er bara með sko svona byggingakostnað 50 miljón cirka á íbúði, ég er að tala bara hvernig umhorfs væri í samfélaginu. Það sem gerði þarna líka því að það var opinbert það var framkvæmdanefnd sem sá þetta, þannig að það var einhverlega undir opinberri stjórn uppbyggingin sem að hélt niðri verði á byggingakostnaði og þeir innleiddu alls konar nýja tækni og fleira, flekamótin og eitthvað fleira. En þeir héldu niður í verðinu og þar að leiðandi lækkaður allt annað húsnæðisverð líka því að sko verktakabraskararnir þeir gátu ekki selt á sama verði á meðan að hið opinbera var að dæla út ódýrari húsnæði. Og þetta er einmitt allt hægt, við getum leyft okkur að hugsa einhvern heim þar sem að hlutirnir eru góðir, ekki bara eitthvað svona
betri heldur virkilega góðir af því að þetta er allt hægt. Já og sko ég held ef við gerum einmitt þetta eins og Gunnar Smári var að tala og komum með þetta inn á þessar opinberu íbúðir inn á markaðinn þá róast markaðurinn niður og verð lækkar og braskið minnkar og sama getum við gert í fjármálakerfinu með því að gera Landsbankann okkar að samfélagsbanka sem að færi að nota einhverjar manneskjulegri aðferðir og verða það sú stóð sem að fjármálakerfi á að vera og hún á að vera stóð við heimilin og fyrirtækin en ekki eitthvað sem sígur úr þeim krafti. Og ég vil benda líka á að þetta er líka lýðheilsufræðilegur vingill að þessu að það er fullt af eldra fólki sem er kannski fast í húsnæði sem er að bíða eftir að koma stað annars staðar eða fá þjónustu íbúð sem að hendar því en það bara fær hann ekki og ef það yrði hluti af þessari félagslegu uppbyggingu verður þjónustu íbúður fyrir aldra þá myndir losna rosalega margar eignir sem eru á markaðinum en að því ég var að tala um lýðheilsufræði ég hef líka séð það sko að það hefur verið að tala um einmannaleika faraldur í íslensku samfélagi ekki síst meðal aldraðra og þá einstæðinga ekla og ekna og einstæðinga að svona þjónustu íbúða kjarnar mynda ofsalega falleg samfélag og ég hef kynst í bara gegnum mitt starf og það er svo dásanlegt ég hef meira sér orðið vitni að því oftar en einu sinni að þarna hafa sko kviknað ástir og milli fólk sem á nýræðisaldri sko sem að kynnist bara í gegnum rekstur húsfélagsins eða einhvað. Það er þessi virðið að byggja hús ef það er kviknar ást. Já, sko, allan daginn sko, þannig að gegn einmannaleika faraldrinum þá er þetta verkfæri til að koma til móts við hann og bara stórbæta andlega líðan fólk sem er búið að leggja sitt af mörkum og á að eiga rólegt og áhyggjulegt ævikvöld. En þegar fólk er spurt þá nefnir fólk oftast hvað er mikilvæg mál í kosningunum, það var heilbrigðismál. Hvað er það sem almenningu vill í heilbrigðismál? Mér finnst mjög athyglisvert, mér finnst það vera reyndar eitt mál sem við höfum alveg náð að eiga einhverja svona hugmyndafræðilega rökræðar svona í þessari kosningabaráttu þar sem við höfum fengið bara mjög skýrt fram hvaða flokkar vilja auka einkavæðingu, vilja einkavæðirinn heilbrigðiskerfið og þeir flokkar sem tala meira fyrir svona félagslegu lausnum og þú veist, almenningur vill auðvitað bara gott og áræðanlegt góða og áræðanlega heilbrigðisþjónustu og það er bara mjög margt sem þarf að bæta þar sem er alveg augljóst hvort sem að þú þekkir eitthvað í fjölskyldinni sem hefur þurft á þjónustuna að halda eða þú sjálfur ert með einhverju svona sögu hvernig þú þurftir að greiða mjög mikið til þess að fá bara viðeigandi þjónustu, hvort sem það er aðgerðir eða lyfjakostnaður eða bara reyna að komast til læknis, hvernig einhvern veginn það er ekki að hægt að panta tíma hjá lækni og þetta er orðið rafrænt og það er bara einhver skilabóð bara eitthvað, já, hafðu samband á föstudaginn á milli 8 og 9:30. Og þá er rosa löng röð og svo er bara fullt af fólki í þessu samfélagi sem er að neita sér læknisþjónustu eða fá reikningin sendan í heimabanka og svo hlæðist upp eða neita sér lyfjakostnað eða kaupa lyf út af því að kostnaðurinn þó að það sé eitthvað þröskuldur þá er hann alveg hár fyrir þau sem eiga lítið og neita sér tannlæknaþjónustu hvað með góður, það er sko hellingur af fólki sem hefur ekki farið í mörg ár til tannlæknis. Þetta kemur í könnunum ÖBÍ og líka Vörður sem að kannar kjör fólks á vinnumarkaði að það eru stórir hópar sem að neita sér læknisþjónustu þess að sem er svo skrítið í svona umræðu eins og þessi látið eins og þetta sko þessi komugjöld og hlutur sjúklingsins í lyfjakaupum og svona sé eitthvað léttvægur eða öryrkjar borgi ekki nema 5.000 skall á mánuð og svona en þegar breytingin hefur orðið í samfélaginu þú ert á mjög lágum örorkulífeyri það er tekin við skattur sem ekki var gert áður og svo er alltaf verið að ná þér sko 5.000 skalli, hvaða 5.000 skall er þetta? Þetta er kannski 5.000 skalli sem þú ætlar að eiga til þess að geta borða hrísgrjón síðustu 4 daga mánaðarins og hvað eru við að vera með heilbrigðiskerfi sem er að taka 5.000 skallin af einhverju manneskju sem hefur ekki efni á að þau borga. Það er fullt af fólki sem getur ekki borga eftir borðað eftir miðjan mánuðin sko. Sko á Íslandi eru 15.000 eldri borgarar sem hafa framfærslu sem er það bil 90 og einhvað þúsund krónum fyrir neðan lægstu laun á vinnumarkaði og það er samt tekin skattur að þeim.
Og þetta og komugjöld. Og komugjöld. Sko, það sem almenningur vill, og það hefur komið fram í skoðanakönnun eftir skoðanakönnun. Almenningur vill gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi í opinberri eigu. Það er ekki flóknar en það. En það sem við höfum verið að sjá er aukin einkavæðing í heilbrigðiskerfinu og aukin kostnaðar þáttaka sjúklinga eða notenda heilbrigðiskerfisins skulum við segja, sem er þvert á þjóðarvilja. Þetta búið að vera svona frá því aldamót að minnstakosti. Og ég hef alltaf lagt að áherslu sko að við sósíalistar séum nú ekki róttækari en þetta þegar kemur að heilbrigðismálum og ef allir myndu kjósa út frá heilbrigðismálum þá ættum við samkvæmt þessari skoðanakönnun að vera með 70% fylgi. Við veitum líka að fólk tala svolítið kæruleyslega einkavæðingu og það kannski tekið dæmi eins og þú varst með heilsugæslu og þá er það kannski búið til eitthvað fyrirtæki sem Siggi, Palli, Stína og Halldóra stofnaði, einhverjir læknar, búið til einhverjir heilsugæslu. En síðan náttúrulega eldist þetta fólk og hættir að vinna og hvað heldur að verður með þessa heilsugæslu? Nú er það keypt upp að einhverju stórfyrirtæki. Já, nákvæmlega. Og eftir svona eina kynslóði og nú faraði við hvernig það gerast með bændurnar. Það endar jarðirnar bara allar í höndunum á auðkýfingum. Þannig að mér finnst fólk tala ótrúlega svona, eða ekki, þeir sem að tala fyrir einkavæðingu eiginlega ekki látnir sko klára söguna sína sko. Nei, og við erum byrjað að feta veginn sem Svíar hafa fetað og eru komnir út í stjættskiptingu innan heilbrigðiskerfisins og það er eins og við neitum að horfast í augu við að það er bara leiðin sem við erum á. Og það er stór hluti af sko félagslegu vanda sem er í Svíþjóð í dag er einmitt afleiðinga einkavæðingu í heilbrigðis og menntakerfi og ég hvet fólk til þess að kynna sér þau mál til þess að sjá hvernig það stjættskiptur aðgangur að grunnkerfum samfélagsins getur rifið samfélag bara að innan. Já. Þetta hefur einmitt gerst þar sko og í fleiri löndum að það er einmitt stórfyrirtækin sem koma inn í svona krúttlegar einkavæðingar hugmyndir eins og heilsugæsluna á Suðurnesjum. Þetta virðist í lagi til að byrja með en svo þegar þessu stigi er náð þá dettur gríman af sko. Ég var að fundi SÍ og BSRB dálítið svona félagslega stóðir, grunnstóðir og svona viðhorf stjórnmálaflokka sem bjóða nú fram og þau sýndu mjög gott myndbrot dæmi frá Svíþjóð og bara svona varnaðarorð gagnvart einkavæðingunni og ég náttúrulega bara tók undir og bara vá, takk fyrir að sýna okkur þetta er bara gott fyrir stjórnmálafólki inni að sjá þetta og Bjarni Benediktsson hann var alls ekki sáttur hann var bara virkilega í rauninni óánægður með að það væri verið að sýna þetta og var dálítið bara eitthvað akkur takk ég dæmi frá Svíþjóð akkur nefni ekki dæmi frá Íslandi þú veist, hann var alveg komin í eitthvað svona mjög sérstakt að upplifa þetta sko, því þetta er þetta, þú veist, verið að vara við ákveðnum vegferð og við þurfum bara að hlusta á þetta og læra af þessu svo við endum ekki á nákvæmlega sama staðinum og það er líka bara, þú veist, það er svo það er bara mjög heimskulegt í rauninni að hafa heilbrigðiskerfi sem að þjónar ekki öllum af því það er bara dýrara fyrir okkur sem samfélag og tala nú ekki siðferðislega við að vera að halda stórum eða að vera að halda fólki frá í rauninni heilbrigði að þá, þú veist, ég meina, er það eitthvað sem við getum sagt okkur við sem samfélag? Já, mér finnst líka svolítið svona skrítið að sko vera að stilla þessum tveimur formum upp sem eitthvað svona jafnvígum, hvort við séum að fara að velja á milli markaðsvæðingar eða félagsvæðingar. Við byrjum á því að byggja upp samfélag okkar þannig að bara undirstaðan í öllum samfélagslega innviðum þetta voru allt byggt félagslega. Það var aldrei tilvallar svo hugmyndum að það væru ákveðnir þættir í samfélaginu sem að væru ekki félagslega reknir. Það voru byggðar upp allir innviðir á síðustu öld, héraðsskólar og sundlaugar og hafnir og vitar og sjúkrahús og heilsugæslustöðvar og vegir og brýr og allt það fram til göttunum, félagslega rekið. Þannig að sko þessi svona uppsetningum að þarna stöndum við núna einhverjum svona tímapunkti, óræðan tímapunkti í sögunni og það séu tveir valkosti fyrir fram okkur sem að væri svona jafnvír. Mér finnst þetta svolítið skrítið sett upp. Við erum að reyna að bjóða upp að fara einhverja allt aðra leið heldur en að samfélög hafa byggst upp á bara frá því að svona borgar eða bæjarsamfélögum fóru að byggjast upp fyrir 150 ára síðan. Þá var þetta bara forsendan fyrir því að vera hægt að halda saman einhverju samfélögum og samfélagsáttmála. Að þessi innvæðir væri svona reknir. Og mér finnst þetta svolítið óábyrgt að stilla sig svona upp eins og við séum að fara að velja milli tveggja rekstrarforma sem svona jafnvíg. Mér finnst þetta eiginlega alveg galið. Það sem að bakka út úr því sem að reyndist okkar samfélagi vel og samfélagi í bara okkar heimsluta.
að fólk komi saman í pólitík og velja sér einhverja, hvernig við að byggja samfélagið upp í samningu, hvernig við að efla heilbrigðiskerfi og menntakerfi og vegi og innviði og eitthvað slíkt. Þannig var samfélagið okkar byggt upp, sko. Það var ekki þannig að kom einhver ríkur kall og bauðst til þess að búa til heilbrigðiskerfi eða vegakerfi eða skólakerfi eða ég misti allavega á honum. Herðu, en hvernig líst ykkur á þetta, Rán? Hvernig enda kosningarnar? Ég held að það endi bara rosa vel. Ég bara bjartsýn. Ég ammæli 1. desember, þannig ég ætla að fá sósíalistin á þingi ammælisgjöf. Ég vona svo sannarlega Rán verði á sinni. Sko það hugur í mér. Við höfum verið að mælast með þingflokk í öllum skoðanakönnunum. Höfugt við Framsókn sem var ekki inn í einni könnun, Píratan sem ekki voru inn í tveimur, Vafki sem hvergi inn í. Án þess að vera neitt að bera okkur saman við aðra, þá bara það ljóst að að atkvæði greitt okkur ekki að fara detta niður dautt eða það hverfandi líkur á því að ég las það einhver veðbanki í gangi og þeir sem að reikna út líkur fyrir veðbanka þar snýst málið peninga og ég treysti því svolítið að þeir sem búin að hugsa málið til enda þar okkur spáð held ég 70% líkum á þingflokki. Það er meiri líkur að við förum upp fyrir 5,5%. Þannig að ef ég má veitna í hina þá eru Píratarnir undir 4,5 og Vafki undir 3,5. Það er spáðir enda Framsókn yfir 7 veðbankarnir þótt að það sé ekki hægt að lesa það á skoðanakönnunum. Eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvernig þið reiknaði þetta út en mér finnst öll merki og býrin sem ég finn fyrir þetta úti vera með okkur og okkur í hag, þannig að ég er mjög bjartsýnn á því að það verði sósíalistar á þingi eftir þessar kosningar. Guðmundur? Já, ég er sammála. Ég líst vel á þetta og mér hlakka til komandi viku. Við erum með mikið prógram núna framöndan. Við vorum að opna kosningaskrifstofu upp á Akranesi í Kaffi Lighthouse fyrir alla íbúa Vesturlandi endilega komið og hitta okkur þar. Þar verður alltaf einhver í húsi. En ég á nú vona því að verða svolítið mikið að ferðaflugi alveg fram á kjördag. Þess að við ætlum að keyrum héraðið og hitta fólk. En ég er sammála, ég held að þetta lítur vel út og ég held að skilaboðin til samfélagsins hljóti að vera þau að það er mjög mikilvægt og í rauninni getur ráðið úrslitum fyrir íslenskt samfélag og það sem framöndan er að það sé sterkt og öflugt félagshyggjuafl, sósíalista afl á Alþingi til þess að draga ákvörðunartöku stjórnvalda þannig að hún sé alltaf á forsendum almennings en ekki fjárfesta og þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að bara kjósendur íhugi það að það er mikilvægt að það er hollt fyrir Alþingi að það sé öflugt sósíalist stjórnmálafl þar til staðar. Já, mér finnst svona vera með byr og ég gat nú ekki annað en glott út í annað þegar að kom þarna uppsláttur á vísi það að sósíalistar hefðu mest stærri en sjálfstæðisflokkurinn í mínu kjördæmi og þó að maður megi nú kannski ekki lesa allt og mikið í það þá er þetta nú svolítið upplífgandi og ég hef verið með mjög vaska sveit með mér á listanum og þau eru núna að undirbúa kvöld sem við ætlum að hafa á Egilsstöðum þegar ég kem austur í kvöld og já, ég hef skinnið þetta sem bara býstna gott tækifæri núna og ég vil hvetja kjósendur í mínu kjördæmi til þess að fylgja sér nú á bakvið okkur þannig að við fáum helst kjördæmakjörinn mann vegna þess að það losar atkvæði handa fleirum í sósíaldaflokknum ef það yrði nú niðurstaðan og ég held hún sé ekki svo fjarri. Svona? Já, mér finnst við vera á tímamótum sem samfélag og mér finnst algjörlega augljóst að ef við viljum vinstri stjórn þá verður að kjósa sósíalista inn á þing og mér finnst bara magnað hvað við höfum áorkað miklu í gegn verandi með alla þessu öfluga félaga sem einmitt mæta og eru tilbúin til þess að láta þetta ganga upp. Við erum ekki með einhverja skrifstofu og baku okkur sem að mætir hérna í vinnuna og er að passa einhvern veginn að við skilum okkur á alla staðin og réttum tíma og þetta er bara magnaðir félagar sem að eru í sósíalistaflokknum sem eru í hreyfingunni þannig ég vil nýta tækifæri og þakka öllum sem að hafa verið með okkur í þessari baráttu og það er bara ómetanlegt. Já, herðu,
Takk fyrir komuna Þorsteinn, Sanna, Guðmundur, Davíð og Rán og ég bara hvet fólk til þess að kjósa sósíalista og gera það bara sem fyrst, það er ekki eftir neina að bíða, þið vitið allt hina flokkana og nú hafið þið kynst aðeins sósíalistum, þannig ég hveti ykkur bara til þess að fara strax á kjörstað, það eru opnir utankjörfundara staðir víða land, en þetta eru lokin á aukaþætti Rauðaborðsins af þessu sinni. Það verði ég hér á morgun með þáttinn Sýnir Egils. Sjáumst þá. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.